Það ætla að halda áfram í föstudagsþættinum og ég hvorki meira en minna en plataði einn samstarfsfélaga minn til þess að koma í sófann því að hann átti ótrúlegt ævintýri núna í vetur. Byrjaði náttúrulega á því að segja að þú verður að koma í skyrtunni, herra Singapúr. Vertu velkominn, Sindri. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Segðu okkur aðeins frá segðu bara söguna. Já, ég sem sagt fór út núna í september að leika í kynningamyndbandi fyrir ferðamálaráð Singapúr. Þetta hljómar ótrúlega langsótt sem það náttúrulega en ég sem sagt á vinkonu út í Singapúr sem að bauð mér sem sagt að taka þátt í þessu verkefni með sér og við sem sagt fórum í svona umsóknarferli og vorum á lokum valin og ég skellti mér út í Singapúr eins og segi í viku í september og léki í myndbandi fyrir ferðamálaráð Singapúr. Og þetta sem sagt vinkona sem varst með í kvikmyndanáminu? Já, við sem sagt kynntumst í kvikmyndaskóla í Prag fyrir einhverjum 8-9 ára síðan og höfum haldið svona góðu sambandi síðan og hún kom meðal annars að heimsækja mig til Íslands fyrir 2 árum síðan ásamt annarri vinkonu okkar úr skólanum. Þannig að hún búin að suðuleika lengi í mér að koma að heimsækja sig og þegar þetta datt í hendurna á mér þá náttúrulega bara fór maður. Já, nákvæmlega. En hvernig tilfinning það bara? Ertu ekki til í að koma og leika í myndbandi? Þetta var mjög súrrealískt, allt saman í kringum þetta. Bæði, þú veist, svona ferlið einhvern veginn og svo náttúrulega líka þegar maður var alltaf í valinn. Ég var aldrei unni í happvertið eða lottóið áður en eitt, bara alltaf fæ ég þetta. Og svo fer maður hann út og bara öll þessi ferð náttúrulega var bara eins súrrealísk og ég bara, já, hún var það. Lýstu því hann fyrir okkur. Þú mætir sem sagt bara, þú ferð bara frá Akureyri til Keflavíkur út og væntanlega í dálítið langt flug. Jú, þetta var einhver tæpur sólarhringur ferðalagi í heild, millilendi í Helsinki og svo 12 tíma flug þaðan til Singapúr. Þannig ég mætti þarna bara illa sofin og með allt á kólaðana á 50-dagskvöldi, svo mætti ég einhverjum búningamátun á föstudegi þar sem þessi fína skyrta var afhent mér, eða mér var afhent og Þegar þau komu með skyrtuna, hvað hugsaður? Mér langar heim. Nei, ég var bara svona, hvað sem gutt sport og ákvað að taka þátt bara í öllu þarna. Ég var að fá borgað uppíhald, ég fekk borgað flugið og 4 nætur á 5 stjörnu hóteli og ég var trítari eins og ég var Hollywood-stjarna þarna og svo voru bara upptökur á laugardagsmorgni, ég var vakið klukkan 6 minnir mig og upp í herbergi koma til mín 2 stelpur með sminkur og búningamanneskja og svo kemur hljóðmaður og plugga mig og svo var ég leiddur niður í Andri og þar á fyrsta senan að vera tekið fyrir utan Andri þar sem ég kem út og við erum að hittast í fyrsta skipti og við vorum búin að ræða þetta svona áður en ég fór út hvernig það gekk svo illa að fá svona upplýsingar hvernig þetta yrði og svona þannig við vissum ekki alveg hvernig þetta var var svona alltaf huldu og við vorum svona bara giska samt á að þetta yrði þannig að við myndum svona, þetta var svona 5, 6, 7 manna teymi sem myndi fylgja ykkur eftir meðan við vorum að bara svona gera nokkuð veginn það sem við vildum gera eða það sem hún myndi í rauninni sýna mér eitthvað. Svo kem ég bara hann út í fyrstu tökur og tek bara náttúrulega bara sé Daphne og vinkonum mína og bara, leik það bara við sem hittast í fyrsta skipti, náttúrulega vorum búin að hittast deginum áður og síðan bara kallað kött og ég lít við og það bara 30 manna tökuteymi að taka upp og leið og bara kötti heyrist það bara rjúka til mín sminka, einhver að laga hárið líka, eina rétt með vaskglas að drekka og bara mér leiði þess að ég kom bara í Hollywood þannig. Og þetta var ekkert bara eitthvað teymi, þetta teymi var þetta var bara því teymi í Singapúr. Megnið að einhver hluti af allan hafi verið að vinna við að taka upp myndina Hitman Agent 47, það ekki? Sem var sýnd allan í bíó hérna á Íslandi í sumar. Og einhver hluti hafi verið að vinna við þá mynd og svo, einhver hluti hafi verið að vinna við að taka upp allar þessa asísku útgáfur af þessum amerísku raunveruleika þáttum. Þannig að þetta var bara... Þetta var bara rosalegt. Þetta var bara rosalegt, alveg. Eigum við að áður en við höldum áfram, eigum við ekki að kíkja á myndbandið? Jú, endilega. Við skulum kíkja á Sindra Þór í Singapúr og sjá myndbandið eins og það bara var gefið út á internetinu.
So this was about 9 years ago when we were still in film school in Prague. It's been a while since I've seen him. We catch up on Facebook Messenger and we joke around, but it's not the same as actually having him here, you know, doing weird, quirky, goofy things together with him. The distance has kept Sindri from visiting me, so when I got the chance to invite him here, I told him, this is it. I'll bring you to all my favorite places, show you the different sides of Singapore. Sindri! Welcome to Singapore! Use a little training from Prague to make our own little film while I'm here. Just open with something. This is Sindri and Daphne in Singapore! Have you ever had ice cream and bread? Never had ice cream and bread. How's the ice cream, Sindri? Really good. Is it the first time for you? This is my absolute first time in a Chinatown. I'm going to bring you to an island off Singapore, mainland, which is called Pulau Ubin. A lot of wildlife there, a lot of nice things to look out for. Yeah. Welcome to Pulau Ubin! Let's go, Sindri. Hi! This is what we have here in Singapore. Singapore is one flight. Hello. Hi, Uncle! How are you liking this side of it? Actually, I like this side of it really, really much. I think it's like a nice contrast to the city. And this is actually the first time I'm on a tropical island, so this is all new to me. And the people, they're so lovely, so grounded, so calm. Yeah. Okay, so this really takes skill. You want to try poking it? You try? Okay. Okay, go for it. Okay. That's good, no? Really, really strange. Do you like this place? This theater? Yeah. Yeah, definitely. We have a place similar to this back home, so it kind of reminds me of home. They usually have really long trailers. Okay. Oh no, when did you find the time? Hi Daphne, this was the secret I told you about before the shoot, so surprise! I would like to thank you for bringing me here to Singapore. I don't think I would ever come here if it hadn't been for you. And so far it's been a wonderful, wonderful experience. So once again, thank you, and let's remain friends for a long, long time again. I'll be back. Lama. Ayah. Okay, you're welcome. Þetta hlýtur að hafa verið algjörlega sjúklega magnað. Þetta var náttúrulega bara frábært lífsreynsla í rauninni að fá að taka þátt í svona stóri production, ég hef aldrei gert það áður. Og svo náttúrulega var bara, já, þetta var náttúrulega bara eitthvað sem ég mun náttúrulega aldrei gleyma. Þetta var bara þannig, þetta voru náttúrulega, já. Þú áttir, ég man að þegar við vorum að spjalla og varst að á leiðinu út, þú sagður já, einn draum, eitt sem ég verð að gera. Hvað var það? Ég bað sérstaklega já því ég fekk nú lista, það var beðið að nefna eitthvað sem ég vildi skoða sjálfur í Singapúr. Reynda var ekkert af því sem ég nefndi sett inn í myndbandi, einhvern veginn. En mér langaði til að fara, þau eru með svona hótel þarna, sem heitir Marina Sands Bay, stórt hótel sem opnaði fyrir nokkrum árum niður í höfninni hjá þeim, sem með svona, þetta eru 3 turnar sem er með svona hálfgerðu svona skip eða hvað sem þetta þannig svona oná, og það er þessi sundlaug og mér langaði geðveikt til þess að fara og baða mig í þessari sundlaug. Já. Bara með útsýni yfir borgina.
Það tókst ekki, ég fekk ekki að fara í hérna sundlaugina en hins vegar svona bar þann uppi líka og ég fekk að fara hérna upp á þannig bar og fá þig dýrasta bjór í heimi og fá mig dýrasta bjór í heimi en hann kom með útsýni þannig að hérna En hvað eftirminnilegast? Já, ég veit ekki, það erfitt að taka eitthvað út. Það var bara geggjuð ferð, allt í allt sko. Tökurnar voru náttúrulega gríðarlega eftirminnilegar. Ég gerði hluti sem ég býst ekki við ég hefði gert áður og hérna svo náttúrulega var sjúklega heitt hana. Ég man, það fyrsta sem ég hugsa þegar ég hugsa Singapúr hvað mér var ógeðslega heitt allan tímann hana. Og náttúrulega, þú veist, að kíkja upp í hana, þessa turna og sjá bæinn og útsýnið hana, þetta er náttúrulega bara geggjað. Þetta, og nú sko, ertu ekki á kaupi hjá ferðamálasamtökum Singapúr lengur? Nei. Þetta í alvörunni þess verið að heimsækja? Já, ég held það. Þetta er býsna töff staður sko og svona vestræn borg, hún er svona rosalega hrein og falleg. Það er, þú veist, það er ekkert rusl á götum og borgin er bara svona hrein einhvern veginn. Hún er hins vegar svona dálítið dýr, þannig að ég er ekki alveg viss að kannski er svona hinn almenni... Við almúgin sem ekki erum á fullu kaupi. Já, nákvæmlega. Nei, hún er svona, hún er til dæmis töluvert dýrar en þú veist, fólk vinsælt að fara til, þú veist, Indlands eða Thailands eitthvað svona og þetta er allt annað svona einhvern veginn svona, verðlagið þarna er í rauninni svona bara svipað hérna heima sko. Já, nákvæmlega. Svona... Brjálæðislega dýrt. Brjálæðislega dýrt, já. Takk fyrir að koma og deila þessu með okkur. Mér finnst þetta svo æðisleg saga að það er bara svona geta ævintýrin gerst. Já, algjörlega. Takk fyrir komin og með þessu það ætlum við bara að ljúka föstudagsþættinum í dag. Ævintýrin þau gerast víst. Góða helgi.